Það eru leifturkraftar að verki vítt heim sem vinna við hlið fyrirtækja af öllum stærðum til að þau nái að hámarka getu sína. Þetta er gula leiftrið. DHL Express. Guðmundur, þetta er ekki í fyrsta sinn á ferlinu sem þú fær 5 villur. Varst að næga neglurnar hérna á lokasprettinu? Varst að fylgjast með þessu klárast? Já, það var rosalega erfitt að horfa hana 5 síðustu mínúturnar maður. Mér langaði, já, það er erfitt að sitja á bekknum og sjá það spila. En sem betur fyrir kláruðu þetta og það var bara það sem skipti máli. Þeir stígu allir upp og spiluðu þvílíka vörn. Ég held að þetta hafi verið einhver 18-2 endasprettur hjá þeim. Það var bara svakalega flott maður og maður getur ekki beðið betur þegar maður situr á bekknum. Hvað gerist á þessum kafla þarna þegar Snæfell er að taka einhver 20-0 áhlaup á ykkur? Áttu þið bara engin svör þarna? Hvað voru það að ræða? Svæðisvörðin hjá þeim kom okkur eitthvað svakalega óvart sem átti í rauninni ekkert að gera og við bara hlupum engin kerfi og við bara gerðum ekki það sem við áttum að gera og menn líka þetta tók líka svolítið frá okkur þegar við komum með sprett á þá og kom hann að 15 stigum yfir. Þannig að það var svolítið orka búin í því og þeir komu ferskir á móti okkur menn voru bara svona, já ég veit ekki, þreyttir og mikið læti og enginn heyrði neitt og þannig að þetta fór svona í smá svona einhver vandræðagangana. Næsti andstæðingur, það er KR og þeir eru með heimaleikja réttin í þeirri seríu en þeir eru nú búinir að vinna þá í vetur. Hvernig líst þér á þá rimmu? Það er bara mjög vel. Ég hef engar áhyggjur út af því sem er heimaleikja réttin eða ekki Við stundum spilum við eins og í vetur þá höfum við verið betri útivelli heldur en heimavelli en við erum að koma upp núna með heimavellin og með hann sterkan en engar áhyggjur að fara í KR. Það er bara skemmtilegur að vinna á heimavelli heldur en koma að hinga og taka á hérna líka. Eftirtektarvert að þið séu komnir í undanúrslit sem nýliðar. Eru þið nokkuð orðnir saddir? Nei, enga veginn. Við ætlum að hafa sögubókina aðeins þykkari núna. Það er flott. Við erum ekki hættir. Menn jafnvel bara óhræddir við að segja það og stefna á Íslandsmeistaratitili? Já, ég meina þú veist, það er allir í þessu til að vinna. Ég meina það er bara þannig. Ég meina þóttu við séum nýliðar, það skiptir engu máli. Ég meina við kunnum að spila körfubolta og kunnum að spila vörn og þegar við spilum okkar vörn þá vinnum við öll. Það er bara þannig. Núna ef við tölum aðeins andstæðinginn sem er að koma, það eru KR-ingar. Þeir eins og þið eru með gríðarlega sterkan heimavöll. Hefur þetta eitthvað að segja í rimmunni framöndan? Já, það er náttúrulega, það gerir það svo sem einhvað en síðan kemur þetta bara upp á dagsformið á leikmönnum og hvernig menn mæta stemdir og hversu hungraðir menn eru. Það er bara hverju vilja þetta meira þeir taki þetta. Árum við sleppur, hvað ertu búinn að keyra marga kílómetra í vetur? Ég veit ekki, þeir eru nokkuð margir, ég veit ekki alveg hverju komið margir.